þá við byrjum hérna í verkefni 3 á að teikna upp rásirnar í Multisim og þetta eru 3 rásir sem við ætlum að einfalda og við þurfum að finna þessi hlið sem svona óvenjuleg eins og með en við breytum þeim yfir í sko önnur hlið og eins og þessu hérna á mynd 3.2 þessu hérna, þar sem við erum með neitaða báða innganga á orðliði sem sama og í rauninni nandhlið. En þetta hér á mynd 3.3, þetta eins og and, það sem að bæði inngangarnir eru leitaðir og útgangurinn leitaðir á orðliði, þá þetta eins og and. Þetta að leiða út þá með jöfnu, búlalgebru. Og ef við byrjum hérna, við framkvæmum þetta þannig að við tökum rásirnar og setjum þetta upp í Logic Converter í Multisim. Þá gerum við það og þá þurfum við að ná í Logic Converter hérna. Þannig hér og skellum upp rásinni eins og hún á að vera. Það einmitt svona útkoma. Það þýðir það að við náum í NAND, 4 stykki af NAND og 1 NOT. Hvernig förum við að því? Jú, við förum hérna í CMOS, Place CMOS og eða einhvers staðar annars staðar í leit og skrifum NAND og smellum á að leita, tveggja inngangur NAND. Ok. Setjum við 4 stykki af þessu. Svona. Og eins þurfum við að leita að NOT. NOT. Svona. Og setjum það inn á. Þá erum við komin með allt efni sem við þurfum í þetta. Fyrir fyrsta það eru 3 NAND hlið og 1 NOT hlið og við sjáum það þá betur hérna hvernig við tengjum þetta upp og það náttúrulega best að skipta skjánum í tvennt til þess að tengja þetta þannig að við setjum A inn á, það sem sagt lengst til vinstri hérna á Logic Converter á þennan inngang hérna og við, svo kemur þessi hér, neitunin kemur síðan á B og hér inn á fyrsta nandliði hérna og C og D kemur síðan hérna inn á hérna svo tengjum við þetta áfram spörum aðeins hérna pláss og að lokum á útgangurinn að fara á þann sem lengst til hægri á Logic Converter. Svona, hérna útgangurinn á rásinni kemur á stað á Logic Converter sem lengst til hægri. Við sjáum hérna out, þetta í rauninni merkingin fyrir þennan stað á Logic Converter þar sem útgangurinn á rásinni á að koma inn á tækið. Og þá þurfum við að skoða hvað við gerum í verkefninu. Það sem sagt fyrst að fá fram sannleikatöflu fyrir hverri rás og þá þarf ég að tvísmella hérna á þetta, smella á efsta takkan og fæ ég sannleikatöflu. Síðan, já,
þá náttúrulega tek ég sannleikstöfluna og setja inn í verkefnið og næsta það er að fá út formúlu eða jöfnu rásarinnar, einfalda jöfnuna og teikna lausnina með NAND og þá tökum við þetta bara í copy og setjum inn í skýrsluna og síðan að einfalda rásina og þetta er einfölduð formúla og síðan að teikna upp með NAND, þá smellum við á neðsta takkan hérna og þá fáum við hérna NAND útgáfuna. Þannig gerum við þetta fyrir allar rásirnar. Nú ætlum ég að hætta í upptökunni þannig að við getum unnið þetta í tímanum.